Mér langar að lesa daginn í dag, nei reyndar þetta dagurinn 14. maí, en það sama. Mér langar að lesa hann nefnilega það sem við viljum helst njóta í dag, það sólarljósið. Og í predikarnum 11. kafla og 7. versi segir: Indælt ljósið og ljúft fyrir augun að horfa á sólina, samt ekki með galopin augu, en við hlífum okkur við sólinni að því leyti við höfum sólgleraugu, en við skulum vera út og njóta sólar sem oftast, ekki dúsa inni. Hún segir hérna hún Ellen: það aðeins fáir sem gera sér grein fyrir að til þess að njóta heilsu og vera glaður verða þeir að hafa sólarljós, hreint loft og líkamlega hreyfingu í ríkum mæli. Við höfum samúð með börnum sem eru inni þegar sólin skín glatt í heiði. Klæðið drengi ykkur og stúlkur þægilega og á réttan hátt. Látið þau síðan fara út og hreyfa sig undir berum himni og lifa til að njóta heilsu og hamingju. Hið föla og veiklulega kímblað sem brotist hefur upp í kuldanum snemma vors fær á sig náttúrulegan og heilsusamlegan dökkgrænan blæ eftir að hafa notið heilnæmra og lífgefandi geisla sólarinnar í fáeina daga. Farið út í birtu og yl hinnar dýrlegu sólar og njótið ásamt gróðrinum hins lífgefandi og læknandi máttar hennar. Ekkert herbergi í húsinu ætti að vera álitið, útbúið og skreytt án hins glaða og lífgefandi ljós og sólskins sem gjöf himinsins til mannana. Þegar Guð skapaði heiminn og myrkur grúfði yfir djúpinu, sagði hann: verði ljós, og það var ljós, og Guð sá að ljósið var gott. Ef þið viljið hafa heimili ykkar ljúf og aðlaðandi, skuluð þið gera þau björt með sólarljós og lofti. Hið dýrmæta sólarljós kann að upplita gluggatjöld ykkar, en það mun gefa kynnum barna ykkar hraustlegt útlit. Ef þið hafi nærveru Guðs og eigið einlæg ástrík hjörtu, mun lítilmótlegt heimili sem bjart af sólarljósi og lofti vera fjölskyldu ykkar, himinn á jörð. Líkamsrækt og ríkuleg notkun lofts og sólarljós, blessanir sem himinin hefur fúslega gefið öllum, veita líf og þrótt. Ég sá brot úr vídeó í gær og það náttúrulega vísindin eru farin að kafa svo djúpt inn í ýmislegt og inn í mannslíkamann að þau geta tekið myndir af ótrúlegustu hlutum. Og ég ætla að sýna ykkur þetta einhvern tímann þegar ég að tala til ykkar orðið, því þetta heitlaði mig. En myndin sýnir eggið þegar það að frjóvgast í kviði konunnar. Og það gerast undarlegir hlutir akkurat þegar eggið frjóvgast og það kemur eins og ljósblossi út frá egginu. Það eins og allt eggið sem að verða barn, að það bara lýsist upp og vísindamenn kalla þetta svona eitthvað topp af syngi eða eitthvað svona efnabreitingar. Mér alveg sama hvað þeir segja, en að sjá þetta svona í raunverulegri mynd sem þeim tókst að taka akkurat á þessu augnabliki þegar að egg byrjar að frjóvgast og verða sem sagt byrjun á manneskju. Það svona eins og Guð hafi sagt verði ljós. Hvort það rafmagn eða efnabreiting eða hvað, en það lýsist upp. Það allt eins og sólin brjótist út. Eitt augnablik, bara sekúndubrot. Og það ekki þróun. Það bara sköpun Guðs stórkostleg.